Já, ég ætla hérna í sprengju dagsins í dag að lesa fyrir ykkur pistil sem að Arnar Þór Jónsson, fyrrverandi forsetaframbjóðandi, skrifar. Þetta er frábær pistil, hann er svo sem ekki að segja neitt nýtt. Hlustendur og áhorfendur Harmageddon vita alveg um hvað við erum að tala hérna, en það er ótrúlegt hvað er lítið talað um þetta almennt í samfélaginu og fjölmiðlum. Það er að segja USAID afhjúpunin sem að Doge-teimi Elon Musk í Bandaríkjunum afhjúpaði, hvert peningar hafa verið að streyma og til hvers þeir hafa verið notaðir. Það er augljóst og Arnar Þór Jónsson fer yfir það í þessum pistli og við, svo sem veit að áskrifendur Harmageddon eru vel með á nótunum hvað þetta varðar, en þetta þarf að ræða betur og meira í íslensku samfélagi. Arnar skrifar: Kæru landsmenn, ef þið eru enn að eyða tíma ykkar í að horfa á sjónvarpsfréttir og fá skilaboð þaðan hvað þið eigið að hugsa, þá er hér umhugsunarverð ábending sem furðulítið hefur farið fyrir í íslenskum fjölmiðlum. Wikileaks hefur flett ofan af fjárstuðningi USAID við fjölmiðla í meir en 30 löndum frá árinu 2003. Fjármunir hafa runnið til 6.200 blaðamanna og 707 fréttamiðla, auk þess sem styrkir hafa runnið til 279 félagasamtaka og í þessu félag stórkostleg afskipti bandarískra yfirvalda af alþjóðlegri fjölmiðlun síðustu 2 áratugi. Á fjárlögum fyrir árið 2025 voru 268,4 milljónir dollara eyrnamerktir sjálfstæðum fjölmiðlum og frjálsu upplýsingastreymi, eða Independent Media and the Free Flow of Information, eins og sagði hérna í skýslunni. Meðal fjölmiðla og fréttaveitna sem þegið hafa þessa styrki eru Reuters, 9 milljónir dollara, AP fréttastofan, 500.000 dollara og Politico, 32 milljónir dollara. New York Times, 2,6 milljónir dollara, BBC, 3,2 milljónir dollara, Internews, 404 milljónir dollara. Rétt er að undirstrika að þetta eru einmitt þeir fjölmiðlar og fréttaveitur sem að RÚV, mbl.is og vísir.is virðast hafa allt sitt vit frá. Hefur fjölmiðlanefnd vakið athygli á þessari afhjúpun? Nei. Hefur fjölmiðlanefnd einhvers staðar lagt til að tekið verið umræða hversu varnarlaus almenningur hefur verið gagnvart áróðri og hvernig fréttamennskan hefur greinilega verið gerð að söluvöru? Því hef ég ekki tekið eftir, en ég veit hins vegar að þegar að veiran skæða var mest til umræðu, þá hvatti fjölmiðlanefnd okkur til að taka mest mark á stóru rótgrónu fjölmiðlunum. Umrætt átak nefndarinnar mikilvægu fór á stað í maí 2020 en einmitt í þessum sama mánuði voru íslensk heilbrigðisyfirvöld upptekin við að nota PCR-próf á allt sem hreyfðist. Í maí 2020 voru 10 manns taldir hafa látist úr COVID hérlendis en 1798 tilfelli höfðu greinst og 3640 taldir hafa smitast, sem benti til að dánartíðni smitaðra væri 0,3%. Þótt augljóst væri orðið strax á þessum tíma að COVID-19 var samkvæmt þessu ekki drepsótt og ekki hættuleg ungu og heilsuhraustu fólki, var haldið áfram að berja á fólki með linnulausum hræðsluáróðri í fjölmiðlum. Ég veit ekki með ykkur, en það var einmitt þetta leyti sem ég hætti að taka mark á stóru og rótgrónu fjölmiðlunum, eins og þeir eru kallaðir. Og svo segir hann að lokum, PS, ég legg til að RÚV verði tekið af fjárlögum, rekstur þess skori niður 90% og fjölmiðlanefnd verði lögð niður. Þetta er mjög góður pistill og þetta er eitthvað sem í alvöru talað við verðum að gera okkur grein fyrir þegar við erum að lesa fjölmiðla. Að þetta það er búið að skrifa þetta fræðimönnum í heila öld. Það er að segja propaganda er raunverulegt fyrirbæri. Heiminum er stýrt og stjórnað með skipulögðum áróðri, fjármagns sem að þar er að baki. Mattias Desmet, sálfræðingurinn belgíski sem að var hér í spjalli í broadcast hefur lýst þessu mjög ítarlega og bendir á fræðimenn risa sem að hann hefur staðið öxlunum á sem hafa í gegnum áratugina skrifað þetta. Þetta er alvöru fyrirbæri. Það er að segja áróður, það er að segja fréttirnar sem við fáum úr stóru rótgrónu fjölmiðlum eins og þeir kallaðir eru á margan hátt og mjög skakkar og mjög litaðar af ákveðnu agenda sem er fjármagnað af þeim öflum sem að vilja keyra það áfram. Kæru vinir, takk fyrir að horfa á stuttbrot úr Harmageddon. Við minnum á, það kostar ekkert að brosa og það kostar heldur ekkert að subscribe hérna á YouTube-brásun okkar. En ef þú vilt sjá þáttinn í fullri lengd þá ferðu á broadcast.is og nærðir í áskrift. Takk fyrir.